Vinstri grænir segja umhverfisstefnu Samfylkingarinnar dautt plagg og loforð stóriðjuhlé að engu orðin. Umhverfisstefna Samfylkingarinnar dautt plagg, segir varaformaður Vinstri grænna. Loforð hennar stóriðjuhlé fyrir síðustu kosningar eru að engu orðin. Helga Arnardóttir. Alcoa fyrirhugar að byggja stærra álver á Bakka við Húsavík en áður var ráðgert, eða jafn stórt og fyrirtækið með á Reyðarfirði með alltaf 346.000 tonna framleiðslugetu á ári. Varaformaður Vinstri grænna segir þetta ekki koma á óvart. Því álfyrirtæki hafa svo sem ekki mikinn haga því að byggja tiltölulega litlar óhagkvæmar einingar. Hins vegar veldur þetta auðvitað áhyggjum hvaðan orkan á að koma og hvort hægt verði að anna eftirspurn eftir orku fyrir þetta álver með jarðvarma virkjunum og það er þegar fyrir að ræða möguleika á virkjun Jökulsánna í Skagafirði, Skjálfandafljóts og það eru þetta bara sýnir það að þá að leggja allt Norðurland undir þessa einu verksmiðju og það eru þetta stórt áhyggjuefni ef svo fer. Friðrik Sófusson, forstjóri Landsvirkjunar, sakar iðnaðarráðuneytið seinagang í ákvarðanatöku í Fréttablaðinu í dag sem tefji fyrir framkvæmdum. Þá kallar formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands eftir skýrri stefnu ríkisstjórnarinnar í náttúruverndarmálum. Samfylkingin lagði fram ákveðna stefnuskrá fyrir síðustu kosningar undir kjörorðinu Fagra Ísland og þar var rætt stóriðjuhlé meðan unnið væri að ramma áætlun verndun og nýtingu landsins en hér er í rauninni bara verið að gefa í ef eitthvað er, í rauninni gefa í framkvæmdi með því að vera að tala stærra álver á Bakka en fyrirhugað var og svo álver í Helguvík þannig að mér sýnist þessi umhverfisstefna í rauninni vera orðin dautt plagg. Ekki náðist í Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra vegna málsins en hann er í sumarleyfi erlendis.